Ok, við ætlum að skoða nokkuð dæmi með setningu stók, þess að við notum setningu stók. Og skoðum fyrst hvað setningin segir. Ef við erum með stikaðan flöt S í r3 og sér einhver ferill, er akkurat ferill sem er röndin á S, og þá skiptir máli hvernig áttunin á ferlinum er, og við segjum hún ákvarðist af áttunin á S samkvæmt hægri handareglu. Ef við tökum til dæmis hálfkúlukvel, þá ef við erum að reikna rótið upp úr hálfkúlunni, þá þurfa 8 sé rangsælis. Og við erum með vígusvið í r3 og þá gildir setning stók sem sendur hérna að rótið af F heildað yfir yfirborðið S eða sama og ferilheildið af F. Svo þetta flæði rót F í gegnum flötun S er jafnt ferilheildið F eftir röndin á S. Sé röndin á S. Og ef maður skoðar það, þá sér maður, ok, ég skipti úr að vera með þetta yfirborð yfir ég heilda bara eftir ferlinum. Afleiðing af þessu er þá að ef við heildum rótið af F yfir 2 mismunandi yfirborð sem að hafa sömu rönd, þá hlýt ég að fá það sama. Þannig að ég geti skipt úr eini yfirborð sem hefur einhverja rönd yfir þetta ferilheldi og svo öðru yfirborð sem hefur sömu rönd yfir í sama ferilheldi. Þetta hlýtur að gefa það sama. Ég ætla að pröfa að sýna ykkur dæmi. Hérna erum við með vígusviðið zeta I plus x j plus y k og við ætlum að reikna rótið af F yfir yfirborðið S. Úps. Við ætlum að láta S vera 2 mismunandi yfirborð, annars vegar hringskífuna x j plus y er minni aftur 1 og zeta er aftur 0, sem þetta er ég bara með disk í x-y planinu. Og svo hins vegar með yfirborðið zeta eftir 1 minus x j minus y og zeta er stærðað eftir 0. Og sjáum aðeins fyrir okkur hvernig þetta lítur út. Já, fyrra yfirborðið hérna liggur í x-y planinu, það er auðvitað að teikna það. Þetta hér, allt sem er hérna innan, er S í A-liðnum. Og svo skoðum við hérna B-liðin, þá er ég með zeta eftir 1 minus x j minus y í öðru. Við sjáum að þegar zeta er 0, þá er ég akkurat með hérna, ef zeta er 0, þá er ég með 1 er ég aftur x í öðru plus y í öðru, ég set með hring með radius 1 og þegar zeta er 0, þá er ég með þetta svona. Og hvernig lítur þetta út annars? Við sjáum að x í öðru plus y í öðru, zeta eftir x í öðru plus y í öðru er svona skál. Þannig að, og hérna er ég með 1 mínus skálinn sést á hvolfi og 1 mínus því er hæðin 1. Þetta er einhvern veginn svona. Stórkostleg þrívíddarteknikina. Svona skál. Allavega, þetta er akkurat þegar zeta er stærra eftir 0, þannig að sjáum að röndin á þessu yfirborði er þessi hérna ferill. Röndin er þessi ferill sem ég teiknaði hér, hringur með radius 1. Röndin á þessu hér svæði sem ég teiknaði í A-liðnum er líka hringur í x-y planinu með radius 1. Þannig að þess að zeta er 0. Ok, þannig að röndin er svo sama á þessum 2 svæðum, þannig að ég má skipta á milli þeirra alveg eins og ég vil. Ég ætti í raun og veru að ég á að fá sama svar í báðum liðum. Ég ætla að reikna þetta samt í báði dæmin. Sjáum að það kemur nákvæmlega saman út. Ok, byrjum bara með hringskífuna hérna. Og ég ætla að reikna sem sagt hérna rót F heildaði yfirborðið S sem S er hringskífa mín. Það fyrsta sem ég ætla að gera, ég ætla að nota stók. Ég ætla að byrja á því að nota stók. Og þá segi ég, þetta heildar ég aft ferilheildin eftir röndsvæðisins af vígursviðinu dr, skrifið. Ok, þá þarf ég að stíka rönd þessa hérna svæðis og það er hérna þægilegt vegna þess að þetta er hringskífa. Við erum orðið nokkuð sjóðið í að stíka röndin á svoleiðis fyrirbæri. Ég er í þriðja aðið það. R af t er ég aft og radius 1, það ætla að nota cosinus af t, sinus af t og svo í setunni er ég með 0. Og aðtöðu, þetta er stikun rangsælis sem passar við að við ætlum að reikna flæðið útur, þó ég hafi ekki sagt það hérna, skrifað það hérna.
Og ég kom með stikurna hérna. Þannig ég segi, þetta svona ferilheldi er heldi frá 0 upp í 2π, f með við stikurna mína, sinnum r diffrað, eða debilfald af r diffrað dt. Og ég reiknum 0 upp í 2π, f af r, f er þannig að ég fæ setu hérna, ég fæ sér 0 hér, svo fæ ég x í næsta stak, það er kósinus af t, og svo þriðja staki er upsilon sem er sínus af t. Innfeldi við afleiðin af þessu, mínus sínus, kósinus og 0. Og svo reiknum við 0 upp í 2π, þetta verður kósinus í öðru. Og reiknum út úr þessu og fáum π. Ok, nú veit ég að svarið í bélinu verður það sama vegna þess að þessi tvö yfirborð hafa sömu rönd. Sami ferill sem er röndin að þeim. Ég ætla að pröfa að reikna það samt. Tökum hérna. Skoðum þetta hérna. Ég ætla að reikna þetta og nú ætla ég að sleppa því að nota stók. Þannig þurfum að stika yfirborðið. Ok, segjum hérna, ætlum að stika yfirborðið. Þá segi ég r af x og y er rétt og stikun þegar ég gefið hérna yfirborðið sem svona fall er alltaf bara hérna er x og hérna er y og hérna kemur fallið 1 mínus x í öðru mínus y í öðru. Og hérna er mikilvægt að maður sjá fyrir sig hvernig þetta lítur út. Þetta er svona skála hvolfi. Allavega þarf maður að ákveða bil x og y þarf að vera. Og við getum séð að þegar við erum með þetta bara þegar setja stærri en 0. Þannig að hvernig lítur þetta út þegar setja stærri en 0. Við skoðum það áðan og það verður hringur með radius 1. Þannig að þessi hérna stikun gildi fyrir x og y sem uppfylla það að x í öðru plus y í öðru er minna jafnt og 1. Þá dekkum við alla hringskífuna. Nú, svo hérna finnum við normalinn á þetta yfirborð og normal á þetta yfirborð við leitum út formúlu fyrir því væri mínus afleiðan með tilliti til x af hérna formúlunni mínus afleiðan með tilliti til y af formúlunni pluss 1 sinnum k. Þannig að við bara reiknum diffurum hérna þennan að fá mínus 2x sem að í mínus verða 2x diffurum þennan að fá mínus 2y sem að í mínus verða 2y og svo stendur bara k hérna. Þannig að við erum við allt til að setja upp hérna heildið. Fáum hérna heildið af kurlinu. Já, við þurfum að reikna þá kurlið af f og kurlið af þessu hér sem sagt og við skulum gera það bara. Rótið er komið hér, þetta er I og K vegurinn, þannig að heildið mitt hérna verður heildið yfir yfirborðið hérna S af 1 vegurinn, debilfaldaði við normalvegurinn, 2x, 2y og 1, dx dy. Þannig að þetta verður tvöfalda heildið, hérna þarf ég að skrifa svæði D þar sem að S er skilgreint og það var þegar x í öðru plus y í öðru minnaði jafnt á 1. Þannig að ég fæ heildið x í öðru plus y í öðru minnaði jafnt á 1 yfir það svæði af 2x plus 2y plus 1 dx dy. Ok, nú get ég notað með að ég er að fara að heilda þetta er bara orðið tvöfalt heildi, venjulegt tvöfalt heildi eins og við höfum séð áður. Og ég er að fara að heilda 2x yfir svæði sem er samhverft x eftir 0. Svæði sem ég er að heilda yfir hringur með radius 1. Þannig að svæði er sannarlega samhverft x eftir 0, samhverft sem þennan hérna ás. Og fallið mitt 2x er oddstætt x eftir 0. Og ég nota mér það til að segja að heildi af 2x verður 0. Og svo nota ég mér að y er oddstætt. Og þetta hérna er samhvert til að segja að þetta hérna heildi verið 0, heildi af 2y yfir svæðið. Þannig að eftir stendur bara
tvöfalda heildið af einum dx-y og einn heildaði yfir eitthvað svæði, gefur bara flatamál grunnsvæðisins og flatamál rings með radíus 1 er akkurat pi. Og við skulum skrifa inn á hérna skýringar, mikilvægt að skrifa inn skýringar á hvernig við komumst hingað. Hérna erum við búin að útskýra hérna af hverju tveir liðinir dettu út, út af að fallið er oddstætt og svæði sem við heildum yfir er samhverft sama ás. Ok, þá er það þriðja leiðin til að reikna þetta dæmi og það er að nota hérna ekki stók en nota fyrra yfirborðið. Þannig að heildum yfir hringskífuna án þess að nota stók. Ok, ég ætla að heilda kurlið, rótið, ds og ég ætla ekki að nota stók. Ok, skoðum hérna þetta ds. Þetta getur við skrifað sem normal einingavegur á yfirborðið á hvaða punkti sem er ds. Sem þetta hérna ds er hérna normallinn dx-y. Bara normal, ekki eininganormal. Ok, þetta hérna er svo einfalt í þessu tilfelli. En þú veist, ég er með hringskífu, hún liggur í x-plani, hún er alveg flöt, alveg sama hvar ég er á henni, þá er normal á hana k. Þannig að ef ég segi bara kurl af f, debilfalda við k, kurl af f munið var 1, 1, 1, og svo debilfalda ég það við 0, 0, 1, ds, þá fæ ég heildið yfir yfirborðið s af einum ds. Og hvað fæ ég þegar ég heilda 1 yfir eitthvað yfirborð? Ég fæ akkurat flatamál yfirborðsins, sem er mjög einfalt í þessu tilfelli vegna þess að þetta er flöt hringskífa með radíus 1. Þetta er pi. Og þetta voru nokkra leiðir til að leysa þetta dæmi.